Já, það var rosa leiðilegu dagur. alveg mikið nú leiðilegt hjá þér sko. Nei, heyrðu. Við erum allavega mjög rjóðar og sællegar eftir daginn. Útiveru, við erum búin að vera úti meira og minni í 3 daga, sem mjög hressandi. Já. Og, en dagur 4? Já. Já. Við byrjuðum í Klavacairn sem gamall grafreitur. Með 3 steinarringjum í. Þetta er svona hlaði í ring og steinarringir þar utanum og bara mögnuð orka. Þar opnaði við ljóslið. Og vorum alveg heil lengi þannig. Já, vorum að finna trén og finna steinana og... Tók smá tíma að finna þetta? Nei, tjók. Nei, bara upp og orku til hann. Fyrir ekki að þetta bara voru rosa langur dagur og við erum mjög sattar. Já. Allavega. Já. Eftir það... Mögnuð orka. Mögnuð orka þar, algjörlega mögnuð. Og eftir það þá fórum við í Finntorn sem að þessi ekki að verða 50 ára gamalt, svona sjálfbært andlegt þorp sem hérna við Moray-flóann. Og við fórum þangað og fengum svona einkatúr, svona guided tour. Og það er sem hinn hollenska Maja sem búin að búa í þorpinu í 16 ár. Leiðsagði okkur svæðið og sagði okkur allt þorpið og hvernig þetta var allt saman til. Og líka bara hvað að gerast og hvernig það var að byggja hús með þessa sjálfbæru hugmyndafræði að leiðarljósi og hvernig samfélagið virkar og hvernig vinna saman og hvaða breytingar eiga sér stað sem að kom okkur eiginlega ekkert óvart. Við sátum bara á brjóstum þegar hún var að segja okkur frá breytingunum af því að þarna náttúrulega búið að vera lengi Finntorn Foundation sem hefur verið með ákveðna kennslu. Það hefur verið hægt að fara þarna á námskeið að vera að dvelja í viku og annað en nú það flutt í burtu. Þannig nú það íbúarnir sem að sjá Finntorn þorpið. En við fórum líka að heimsækja Finntorn Foundation sem með hús inn í risastórt bara, þetta bara kastali sko, eða herragarður sko, alveg geggjað flott. Við vorum svo heppnar að þannig gengur út, þannig að það allt eins og að vera. Í fyrsta lagi ætluðum við ekki að fara þarna. Nei, en svo fórum við. En svo allt inn bara hvað við ekki að kíkja á. Svo vorum við eitthvað að væflast á bílnum í kringum húsið, vorum stopp fyrir utan það, kemur labbandi kona út svona, svolítið skosk í útliti. Hvað þið að gera hér? Og bara svona, og fórum eitthvað að spjalla við hana. Þá kom við ljósa að þetta var sem sagt konan sem svona verndari garðana sem í kringum húsið og stórt land í kring. Já. Og hún að gera alls konar hluti með landið. Já. Sem náttúrulega svolítið það sem byrjaði í Finntorn þorpinu á sínum tíma. Það var eina af stofnendunum sem var að vinna með að rækta þarna á stað sem átti ekki að rækta neitt. Já. En hérna við allavega fórum að inn og skoðum húsið og hún var að hvetja okkur til þess að sækja að koma þangað til að halda sjálfar námskeið þar sem okkur fannst mjög gaman að spenntar fyrir því. Já, hver veit nema við reynum að gera það. En þetta var svona eitt af stoppunum sem átti ekki að vera en urðu. En svo svona oft á okkar eins og ferðum. Bara yfirleitt þessi ferð svolítið einkennst að svoleiðis stoppum. En allt yfir þetta tilgang, algjörlega. Algjörlega. Og við erum núna komnar með alveg góða dagskrá í vikuferð og rúmlega það, held ég. Enduðum á að fara hérna niður á ströndina í Nern. Og hún æðisleg. Fá smá hleðslu fyrir okkur og það var alveg dásamlegt. Sólin var að setjast og bara yndislegt að bara tengja á sjóinn og allt lífið sem úti í sjónum. Bara magnaður staður. En það var svo magnað, við aðeins að tala meira Finntorn, að þetta er samfélag sem byggt upp einmitt á þessu að fólk í rauninni vinnur sjálfboðaliða vinnu í öllu sem þarf að gera í samfélaginu. Hvort sem það að byggja eitthvað eða rækta eða sjá búðina eða gestamiðstöðina, hvað sem þetta allt sjálfboðavinna. Og hún var að segja í dag, var það ekki að þú þurftir að hafa starfað sem sjálfboðalið í Finntorn í 2 ár áður en þú getur einu sinni sótt að eignast fasteignana. Hvernig fasteign sem það sko. Og það mjög svona mikið gert úr því að byggja svona community housing sem þar sem að þú ert með þitt enga space eða þína enga íbúð nema það sameiginleg eldhús og sameiginleg svona
rými, setustofu og svona. Þvottahús og Já. svona. Þannig að þetta byggir allt upp á þessari samfélagshugsun Já. sem Sem mjög áhugavert og Já. við höfum í rauninni ekkert eins á Íslandi en ég held það að sé, er bara gaman að Já. koma þarna og gaman að skoða og við hvetjum ykkur ef þið farið fram hjá Já. að kíkja og fá túr. og fá túr, það er ekki spurning. Nei, Það þetta er var gaman alveg, að sjá og svo náttúrulega eru þarna staðir eins og við fórum inn í hugleiðsluhús sem að tengist náttúrunni og það eru fleiri staðir sem hægt er að stoppa og hugleiða og þetta er bara opið fyrir alla og hægt að fara og bara setjast inn eins og mann dettur í hug. og það sem var mjög áhugavert þarna er að Fönixinn hefur svolítið verið þeirra táknmynd í rauninni og það er þarna kaffihús og búð og svona sem heitir Fönix og síðan í COVID í rauninni þá hefur mikið breyst í Finntón og það er búið að vera að reyna þessi Finntón Foundation sem var í rauninni félagi sem að bara ábyrgð á rekstri alls sem var þarna, hvað sem var námskeið, þorpið eða hvað sem var. Nú er verið að skipta þessu öllu upp þannig að, og það voru íbúar þarna sem voru ekki sáttir við þær breytingar sem endar með því að einn af íbúunum, hann sem er núna fyrirverandi íbúi og ég veit ekki alveg hvað varð hann, hann kveikir í community hallinu eða samkomuhúsinu þeirra sem allir komu sem allir komu saman, hann kveikir í því og hann kveikir líka í sanctuaryinu eða heilaga staðnum þar sem allir komu saman til þess að hugleiða eða vinna svona andlega vinnu og það brennur allt saman til grunna og það er nú er verið að safna fyrir að byggja aftur annað community hall og annað svona sanctuary sem að er mjög áhugavert miðað við þær breytingar sem eru í gangi í þorpinu þegar þau þurfa í rauninni að byrja bara upp á nýtt með nýja hugsun. Á móti þá er verið að gera könnun, hvað vill fólki sem býr þarna fá? Nú er það þau sem að ráða og stjórna, kennslan öll farin og komin í hitt húsið inn í Forest og þá þarf fólki að velja og ákveða sjálft og það er bara að vera svona að raða þessu upp og þá er svolítið áhugaverð orka inn í þorpinu. Nú er ég allavega búin að koma 2 áður. Já, ég kom einu sinni. Og alltaf verið svona bara rosa róleg orka og bara dásamlegt að koma það en núna er bara svona svo öllu hafa verið hendi upp í loft og það er allt bara svona leiðinni niður aftur. Alltaf setjast en það er ekkert komið þangað. Það er bara, nú er allir átt að sé bara nýju skipulagi, nýri, já bara þessum breytingum og þetta er náttúrulega bara í takt við breytinguna á orkunni. Rímar við það sem við erum búin að vera að tala líka í sambandi við 50 vítar orkuna og þetta að fara inn í 50 vítuna. Sem er í rauninni það sem er verið að ekki segja þvingasamfélagið í, en þú veist, það er leiðin sem þau eru að fara núna. Inn í samfélagið, í stað þess að hún líkti þessu við sem ég var svo gott að þetta væri svona Finntón Foundation hefði verið mamman og pappin og samfélagið hefði verið börnin og það væri alltaf einhver núningur þar á milli eins og eðlilegt er. En núna sitja börnin eftir, nú eru börnin orðin stór og þau þurfa að vinna saman og svo bara var mögnuð orka að koma líka í húsið sem Finntón Foundation á og ábyggilega bara magnað að prófa að fara þangað á námskeið og annað. Við munum pottitt allavega að fara með hópin okkur í heimsókn, hvað sem verður. En bara æðislegur 4. dagur. Magnaður. Og morgun liggur leiðin aftur hægt og rólega, bara tilbaka til Edinborgar og heim. Já. En takk fyrir daginn. Já.